Já, Jón, sigur í dag, bara hvernig líður? Já, góður sigur, 3 stig og tökum það bara með okkur og förum í næsta verkefni. Var þetta skilið hennar sigur, myndi segja? Já, það myndi ég segja. Er alltaf einu fleiri megnið af leiknum og alltaf bara pínu klaufar og óefnir að bæta ekki við mörgum. Það er náttúrulega átt að vera öruggari sigur en svona er þetta stundum og við tökum þessi 3 stig og höldum áfram í næsta. Var framistæðan bara svona framlíking á þessari frammistöðu gegn Val, bara mjög góð framistæða? Já, ég myndi segja það. Leikurinn byrjaði svolítið baráttuleikur til að byrja með og mér fannst við bara klárir í það og mæta því og já, við gefum fá færi á okkur og sköpum okkur náttúrulega hellingafærum eftir að þeir missa mann út af en náum ekki að nýta það nægilega vel og svona er það bara og stundum er það bara þannig en bara góður sigur. Erfitt að spila mútið Keflavík þrátt fyrir þessi einum færi? Já, Keflvíkingar voru bara gríðarlega þéttir og vinnusamir og börðust eins og ljón eftir að hafa lent undir í leiknum og mér fannst það var alveg til fyrirmyndar hjá þeim og Keflvíkingarnir náttúrulega bara átt góðu gengi að fagna í deildinni og eru með sjálfstraust og erfitt að spila á móti þannig liði og við vissum alveg nákvæmlega hvernig við myndum fá Keflavíkur liði og náðum að vinna og það er vel. Ari Leifs og Darri Bergmann byrja í dag, bara hvernig fannst þeir svona framstæði þeirra? Já, bara virkilega góð og Darri var öruggur í öllu sem hann gerði og Ari kemur inn með presens og bara fín framstæði þeim, ekki spurning. Svo líka annar leikmaður Túra, hann líka kominn tilbaka frá meiðslum, þetta er ánægilegt að fá hann tilbaka. Já, hann er búinn lengi frá og það stækkar okkur og styrkir. Má kannski líta á þetta bara sem svona, kannski ekki transfer, en svona nýr leikmaður sem bara kemur inn og sem styrkir ykkur? Já, það má alveg líta á það þannig að þetta eru hans fyrstu mínútur síðan ég kom hérna og þannig að við fögnum því.